Ja, Brynjar, þið komist tvisvar niður í þessu leik en missaði niður í bæði skiptin. Þetta hlýtur að vera gríðarlega svekkjandi. Já, þetta bara, eins og ég segi, þetta búið að vera svolítið saga okkar í seinni umferð hefur verið akkurat svona og sér mörkin sem við erum að fá okkur í dag, hvað menn að gaufa með bolta og seinna markið ég meina, hvort sem það verið tógað í hann eða ekki, þú varst nú búinn að sjá hvernig dómarinn, maður vissi aldrei hvað það myndi flauta eða hvað, þetta var svona bara slakur dómari og enginn hann ætlaði sér ekkert að vera lélegur, hann gerði bara eins vel og hann gat, hann bara getur ekki meira kannilega og þannig að það var ekki dæmt á, hann var búinn að leyfa svona physical bolta, þannig að menni, auðvitað átti bara að fara í burtu, ekkert, við erum allan tíman í heiminum til þess að gera, þetta er að svekkjandi, við spiluðum vel svona, þetta var náttúrulega hægur leikur svolítið, svona framan af, en ég þótti Fjarðabyggðarliðið vera sterkara svona heilt yfir, en samanskapi eru gaman að sjá Selfyssi hérna, þeir berjast og leggja sig alla í verkefni. Ósanngjarn úrslit, þínu mati? Nei, ekki, mér finnst, já, ég get alveg sagt að einhverju leyti ósanngjarn en svo ekki þegar að menn skila svona verki eins og hérna í lokin og eins og ég segi, aðdáunarvert hjá þeim að þeir keyrðu alveg eins og þeir gátu út leikinn og þannig að ég hérna, og svo bara aðstæðurnar og allt hérna frábært, ég vona svo innilega að Selfoss kláraði þetta mót og haldi sæti sínu. Þannig að það er fullt af jákvæðum hlutum sem þið getið tekið út úr þessum leik? Já, alveg fullt. Við erum, eins og þú sér að við erum aldrei með sama lið, það er alltaf einhverja 2-3 breytingar og 2 menn út af í dag vegna meiðsla, einn í fyrri hálfleik og það er náttúrulega, þú veist, þarna vorum við komið með enn eitt hafsendaparið, við vorum með það eitt í byrjun og svo kom örugglega 16. parið í sumar held ég, hérna við sögu í seinni hálfleik. Þannig að þetta er búið að vera svolítið bras á þessu og svo er Amir í markinu sem að ég held að hann var eftir síðast fyrir 2 árum. Þannig að, en hann stóð sér vel miðað við það. Þannig að, jú, við getum tekið fullt af jákvæðum hlutum út úr þessu, en núna þurfum við náttúrulega bara að vinna svona svolítið meira í okkar leik. Við höfum verið rosalega að mínum mati svolítið óheppnir í seinni umferðinni. Við erum margir leikir sem við höfum alveg getað klárað og eins og þessi í dag, en það vantar ennþá, menn eru ekki nógu þroskaðir ennþá til þess að reka endanútin í þetta og nú þarf, eins og ég tómli með nú á bendamann, nú þarf framtíðarsýn hjá KFF. Það þarf að vera eitthvað markmið. Hvað ætlum við að gera? Þú veist, ætlum við að halda áfram með þetta lið eða að fara að skipta aftur út 10 mönnum eins og þetta er búið að vera síðustu 3 ár. Þannig að menn þurfa aðeins að fara að gera þessi í brók þar og bæta vallarastur. En hættu menn bara að nenna þessum þegar það var ljóst að þið mynduð halda sætingar í deildinni? Nei, sko ekki beint. Ég kenni náttúrulega fleiru þetta, það er náttúrulega eins og ég segi, það er ekki eðlilegt meiðslakjaftæði búið að vera á mönnum í varnaði, sem sagt varnarmönnunum hjá mér. Og síðan þetta þegar við förum yfir á grasið okkar, við erum bundnir að því að spila þar. Það hendar bara okkur alls ekki að spila þar, við spilum boltanum niðri, við reynum að senda og fara og halda boltanum innan liðs. Leið og við förum þangað 14. eða 12. júlí. Við höfðum eina æfingu og þar áður við spiluðum við Víking Ólafsvík sem var fyrsti leikurinn á grasinu, hann vinnur við. Síðan hefur þetta bara verið að æfa á þessu, hefur bara dregið rosalega úr tempói. Og ég eiginlega bara tek það líka á mig, ég var ekki nógu vakandi fyrir en að bara láta menn hlaupa þá meira. Þess að formið hefur hrunið niður hjá liðinu og það gerist náttúrulega þegar það hægist á æfingu, því miður. Þróttur í næsta leik hafa verið gríðarlega erfitt verkefni? Já, við bara bjóðum Þróttarana velkoma og við harma hefna. Við ætlum ekki að gefa það eftir, við mætum bara brattir og það verða einhverjir 4-5 nýjir inn í þeim með svona þennan leik, bann og meiðsli og svona, þannig að nú getum við fara að keyra á hópnum og sjá hvort það séu ekki allir örugglega tilbúnir í framhaldi.